Já, nú skulum við auka ljósið og taka aðra mælingu við 90% ljós. Þá sjáum við hérna að eykst hérna straumurinn í spenninggjafanum 1,4 hérna, 140 og förum þar til hann hættir að aukast 100 ámperi gera þetta, bökkum þá aðeins þannig að sé að regla, svo séum við 1,17 svona, fínt. Ok, og þá þurfum við núna að mæla, spennumæla. Við köllum þetta 90% ljós og þarf að fá spennuna milli base og emitter. Hver er hún? Tengjum hérna frá í miðjupinnanum sem hérna til vinstri sem emitterinn og baseinn hér og lesum hérna 0,66 volt hérna. 0,66 volt er hér á milli núna hérna. Og þá nú þokkar strauminn hérna, strauminn inn í baseinn hér, hérna inni. Þá þurfum við aftur að aftengja þennan mæli og breyta hann í ampermæli, í straummæli og þá tökum við rásunni sundur, setjum hana inn í mælinn hérna, gegnum mælinn og hérna svona og þurfum að fara með þetta hingað svona. Nú lesum við hérna strauminn inn í baseinn og það eru 2,0 milliampere. Hérna 2,0 milliampere. Svona. Og nú tökum við þetta aftur í sambandi hérna, breytum mælinum aftur í voltmæli og tengjum base vírinn tilbaka. Hér lengst til hægri, þetta er base fóturinn hér, hérna inn í miðjuna á viðnáminu, tengjum hann tilbaka. Svona, ok, nú er rásin bara komin á stað, bara eðlileg rás. Og nú ætlum við að spennumæla hér, hver er spenna milli kollektor og emitter. Það er hérna milli, miðjunni og lengst til vinstri. Þetta eru 3 volt hérna. Hér eru 3,0 volt. Og hver er spennan á milli, spennan er við peruna og fyrir bara beint á peruna milli skrúfuna hérna og við mælum hérna 9 volt, 9,1 volt hérna 9,1 volt og straumurinn hér út 170 milliampere. Svona. Þannig hér koma tvær mælingar, 30% ljós, zooma aðeins að þessu. Hérna, 30% ljóslína hér og síðan júkum við strauminn gegn rásina upp í 90% og það er lína hér. Við skulum færa þessi gögn hérna upp á töflu og kíkja aðeins á þetta.